Já, verið velkomin. Herðu, þátturinn með öðru sniði í kvöld. Já, heldur betur. Við Birkir erum að fara í verðskulda frí. Þú ert að kíkja á sóluna í Lanzarote, ekki satt? Já, ég er svona reynd að gera allt til að bæði tengdafóreldrar mínir og pabbi minn verða á tenni. Þannig að það kom aldrei til greina að fara að vera á sömu eigi og þau, sko. Þannig að ég fór bara andar hliðina. Já. Ég er að kíkja til Þýskalands. Já. Til Berlínar, menningarferð. Hitta okkar mann. Gísla Þorgeir. Já. Ég get ekki beðið langt senni síðan. Mamma sér okkur helst styrtir eða, sko. Já, og kom í þáttinn. Þetta er bara topp fólk, hann er af góðu fólki komin. En við erum að breyta aðeins til í kvöld. Já, við erum að aðeins að fara til spórinu, eða sérst ekki fara til spórinu, en við erum svona aðeins að prófa nýjalegir. Já, við erum að fá vinn okkar í þáttinn. Og það er engir aðrir en Viktor Orri og Einar Gylfi með mjög spennandi fyrirtæki. Bussmenn. Buss, já. Hlæðslugubbar og þetta er bara mjög gaman að spjalla við á. Já, og þú veist, og bara svona svo fólk kannski átti sig á því að þá er þetta ekki einhver svona aðgift auglýsing í þáttinn, þetta er þetta freka bara við vildum aðeins kannski fara inn í hugarheim þeirra sem er að stofna fyrirtæki. Já, og líka bara gaman að heyra hans í vinum sínum, bara prófa þetta. Já, líka bara það sem ég er ánægð með þá. Hvað ámar ekki marga vini sem er alltaf með geggjar business-hugmyndir en ger aldrei neitt í því. Þessi gæðar, þeir bara voru með hugmynd og þeir eru búin að stofna fyrirtæki og varan er klár og þetta er komið á fullt. Ekki spurning, þetta er komið á koppana og bara komið á flegi ferð. Já. Þannig að það verður gaman að heyri þeim, en við erum að sjálfsögðu með messanum. Já. Kíktum þangað í gær. Sko, ég er búin að fá frá mörgum, selja þær í alvörunni gellur. Já, þetta er ekki orðagrín, þetta er bókstaflega besti matur sem ég hef smakkað á veitingastað. Já, þetta er bara þannig, þú veist þarna, Þetta er matreitt með chili, kartöflum, Já, ég fæ bara sliðið munnin. Já, bara ekki láta mig byrja, þetta er svo gott, gellurnar á messanum. Og humarsúpan í fóröld líka mjög góð, sko. Já, þetta er aðalega gott. Sælgæti. Kemi, Boss rafgeimar fyrir fólksbíla, mótorhjól, atvinnutæki. Já. Sumleiðis eru þið með lyktaræðendur, hinsefni og öryggiskona. Þeir eru afslættir núna. Já, þú veist, kannski byrjum að tala rafgeimin, sumunóta hólsbíla, gott fyrir mig að hafa þetta fyrir mótorhjóli. En já, öryggiskonur. Við vorum svona aðeins að ræða, það er nú ekki verið tilfinningan að mæti vinnuna og svo er kannski komin, bara búin að tillaði með kaffibolla og eitthvað og svo áttar á því og glindir að... Þú ert ekki í stáltanum. Þú ert ekki í öryggiskonum, sko, og þú veist... Það er bara hættulegt. Já, ég veit að reka sig bara í skrifborðið eða annað og vera ekki í stáltá. Það er bara vonulegt, sko. Þannig að kíkja á það þegar afslættirinn kemi. Já, svo er þetta líka bara orðin það flottir skór að þú veist, þetta er bara, þú veist, þú tekur ekki, þú veist, ég var í þessi gær í vinninni og það... Í jakkafötum, já. Og þá sagði einhver eitthvað, er þetta Boss? Ég sagði, nei, þetta er Gemi. Ég trúði þessi valla. Nei, ég held sko þeir að vera að vísa í Boss eins og Boss rafgeimana. Já, þetta. Ég fattaði það ekki. Nei. Barry og Moso, snillingarnir. Þeir eru með lamp og bernis í hátinn á föstum. Það er að selja sex í fötu. Bara næstu í gefins, þetta er klink. Já. Þetta er besti staður á landinu til að horfa á leikinn. Já, þetta er algjörlega, já, ég fór hingað daginn, 2-3 vikur síðan og það var eitthvað leikur í gangi þarna og það var alvöru stemmar í gangi þarna. Ég ætla bara að segja það, þetta er bara besti staður á landinu til að horfa leiki, sko. Já, hann er frábær. Ég elska Barry Moso. Svo erum við Payday. Við vorum nú að stofna fyrirtæki í kringum Cheshire Dark. Já. Cheshire Dark SF heitir það ekki? Jú, Cheshire Dark, já, sameigna félag. Sameigna félag, já, mér finnst sko skemmtilegt orðalega því ég var að skoða pappirinn að þú stendur að ég er bara 10% hluta í þessu fyrirtæki. Já, ekkert verið að lesa þessa pappir hann eitt. Hver er næst stiftaraðili? Nei, Payday þeir einfalda okkur lífi í reikningerð, bókhaldi, launagreiðslu fyrir sjálfstæðstarfandi einstaklinga, lítil og meðalstór fyrirtæki. Já, þetta er bara unreal, skilur. Ég er nú meira aðeins að fixa í þessu, eins og heyri, það var þetta 90-10 skiptingir hann eða mér á leið. Yfirsýnin yfir nákvæmlega, þú veist hvað þú ert að rukka, sérð mismunum á mánuðum, hver er að borga, þetta er ótrúlega flott, já. Já, ekki spurning. Og að lokum vil ég líka minna á riddarregluna. Já. Hópin okkar á Facebook sem vorum að stofna, þar sem við ætlum að halda umræðum lifandi og það má endilega koma með spurningar á gesti, við ætlum að kynna gestina og bara allar umræður. Já, líka bara, veist, Herri, það sést í kallin. Já, kannski bara koma inn á það, þú veist, ef þið er inn í riddarreglunni, þá fáið þið að vita á undan öllum öðrum hver er að fara að koma sem gestur, af því að við ætlum að leyfa okkar aðdáendum að koma með spurningar umræðinni á gesti, þú veist, þannig að venjulega, þú veist,
í gamla daga vorum við alltaf að tilkynna bara með viku fyrir hver var að koma en núna erum við svona aðeins bara að byrja að droppa þannig að ef þið viljið fá að vita fyrirfram dagskrána þá verða að tjekka á riddararreglunni. Já, og líka bara virka samtalið því að maður náttúrulega bara að tala í myrkrinu sko. Já. Það fylgta fólki sem hlustar og bara endilega koma einhverjar fyrirspurnir eða einhverjar skemmtilegt. Við elskum að heyra þetta. Algjörlega. Og ræða þetta. En þá segjum við bara góða skemmtun. Tjessa darka settur. Takk. Ég er bara einn í þessu kvöld, Birkir. Já. Kalt það. Ég get ekki gleymt þessu með taktin. Ég er alltaf að reyna að vanda að spila leginum 2 og 4. Já, ég er eiginlega bara hættur svona. En lagið er gott sko. Jæja, menn orðin töffarar. En við erum alveg þátt í kvöld. Já. Stórvin okkar Viktor Orra Pétursson og Einar Gylfa. Þið hjartanlega velkomnir. Já. Takk fyrir það. Takk fyrir að fá okkur. Herri, þið voruð að stofna fyrirtæki. Já, ég ætla bara með einn mæk hérna í nýja stúdíónu okkar. En jú, mikið rétt. Börs, heldur betur. Já. Þetta voru lengi bígerð. Já, vissulega. Svona startup tekur bara tíma. Já. En bara geggja að þetta sé komið og ámarkaðan og gengur vel, sko. Hvaðan kom þessi hugmynd? Hugmyndin kemur henni, sko, frá mér fyrst. Ég sem sagt bjó í Kína, var í háskóla þar og þar var konseptið bara út allt. Þetta var bara allstaðar. Ég notaði þetta mjög mikið. Áttaði mér rauninni ekki á því hversu mikið ég notaði þetta fyrir en ég kom heim. Allt í einu var ég bara farin að vera með dauðan síma út allt og farin að hlaða á nóttinni, eitthvað sem ég þekkti ekki í Kína, sko. Því að sem sagt, þetta var út allt og ég gat stóla á að fá þetta bara saman hvernig ég var í skólanum, út að borða á barnum eða á jamminu, sko. Þetta var út allt. Þetta er sem sagt hleðslukubbar sem þú getur leigt með appi, ekki satt? Mikið rétt. Og svo getur þú bara tekið þetta upp á einu bar og skila þig á næsta, eða bara í skólanum. Já, bara nákvæmlega þannig. Þú skannar QR-kóðan og hleðslubankinn poppar upp. Ég verið að taka smá sýnikenslu. Jú, hvernig væri það? Það bara vill svo til að ég er að vera batteríslaus. Það opnaði ég bara Buzz-appið. Í mækin einar? Já, það opnaði ég Buzz-appið og ég skanna. Síðan íti ég á hlaða. Og stöðum er að vera í sambandi. Já, annað góðan það. Poppar upp. Poppar upp. Eins og ristabrauð. Eins og ristabrauð. Og svo að því ég er nátt iPhone, þá tek ég bara hérna lightning cableið. Ok, en ef þú væri með Samsung? Já, það eru nokkri sem eru með Samsung. Er það rautt spjald eða? Nei, það er bara... Nei, það er flott. Vel í lagi. Við tökum við öllu sínum. Þá farið svona Samsung hlæstæki. Bæði hérna micro USB og yellow card frá barþjóðan. Þannig að Buzz hatar Samsung. Nei, við erum alveg til í allt. Jú, eins og segjulegur, þá hérna, þegar þú komið hlæslubankan, þá tekur það bara til þín, getur verið með henni í vasanum eða á borðinu og skila í rauninni hvar sem er. Þetta er sem sagt svona deili hagkerfi. Já. Og að þú spurði líka hver áttu hugmyndina. Það var að skemmtilega sagða að Viktor hefur pitchað til mín mörgum hugmyndum og ég til hans og einhvern veginn alltaf finnur maður alla neikvæða punktina. Og hann pitchaði þessari hugmynd og ég fer eitthvað að skoða, ok, hvað getur meðalega, kosta eitthvað svona, fer að reikna þetta og bara svona, ok, þetta getur kannski gengið. Síðan fer ég að lenda í því sjálfur niður í bæ. Síminn er að deyja og maður fer með skottið á milli lappana og biður að fá að leigja og barþjóðin bara nei, við getum ekki leigt, við berum ekki ábyrgð á síma með henni hleðslu og fæ alls konar svona leiðindasvör. Það var bara lausnin, þetta var Buzz moment. Bara setja þetta í gang, þetta virkar. Og hvað er þetta langt síðan? Ég veit ekki. Hvenær fáum við fyrstu hugmyndina? Það er svona rúmlega ár síðan að ég segi þér hugmyndina, vel rúmlega. Þetta er bara lok 2020 sem ég segi Einari frá þessu. Og fyrstu mánuðin á eftir vorum við svona, töluðum við lítið þetta en Einar kemur svo til mín aftur bara, herru, ég er alltaf að lenda í Buzz momenti, við þurfum að gera þetta. Og svo þá kerðum við þetta í gang almennilega. Fengum forritara inn, Þórð, toppmaður, og svo annan seinna, Róbert. Þeir hafa verið geggjaðir í þessu, bara, já, við værum ekki hérna án þeirra. Ég veit ekki. Þeir hafa bara unnið sitt verk ekkert eðlilega vel og sett þetta upp
og já, hafa bara líka mikla trú á sig eins og við. Appið er mjög flott og þetta er einfalt í notkun. Mm. En sko ég hef nú fengið margar snildar hugmyndina, Birgir. Já, Bara, djúvill væri ég ríkur ef ég komið um öllum í framkvæmd. það má deila það líka. Ég hef dulur að pitcha Birki sko, hann ætlaði að vinna við þetta, það er bara nei, þetta er ekki góð hugmynd. En, ok, af hverju, hvað fær ykkur, sem sagt, það er ekki sjálfsagt að hrinda sér framkvæmd og var þetta mikið fé sem þú þurftu að leggja niður á borð til að byrja með? Já, hvað var startkostnaður mikil? Ef við förum kannski getum við í einhverja nákvæma tölur, en þetta er alveg rúmlega sumarlaun og meira. Já, fyrir eftir hvað starfar. Já, fyrir eftir hvað maður starfar og hversu duglegur maður að spara, en þú veist, telur alveg, en ef allt hefði farið í vaskinn, þá værum við ekkert í slemmum málum. Nei, eru þið eitthvað búin að gera cirka ráð fyrir hvenær að fara í break even, eða? Sérst bara án til að fá full, bara return á allan startkostnað. Já, bara komnir bara núlið bara. Já, við erum með, þetta hefur farið gegnum þó nokkur Excel-skjöl, trúðu mér. Þar verður maður ríkur, sko. Já. Ég segi það alltaf. Já. Og svo er líka bara áformum það hversu hratt ætlum við að stækka. Verður allt reinvestið, erum við að fara að borga okkur hratt út eða stækka þetta, og það fer í raun og veru bara eftir þeim breytum sem að við sjáum þróast með notendafjölda sem að bara hefur farið fram úr okkar væntingum. Endur komu notendur sem notuðu þetta í síðustu viku, hversu mikla líkur að þeir notuðu þetta aftur í næstu eða tvisvar sinnum í mánuði, og við erum bara að sjá tölur sem eru bara mjög girnilegar og hví ekki þá bara endur fjárfesta öllum profitinum í vöxt. Sko, hefur ekkert svona verið gert áður á Íslandi? Þú veist, maður man eftir einhverju skápar eða eitthvað, eða eina sem, veit ég hvað ég á við? Já. Já, það er náttúrulega það sem að var og átti að vera geðveitt en var bara alls ekki geðveitt. Hver er munurinn á þessu? Það er að við erum að selja konceptið að þú getur verið að hlaða úr síminu með þér. Þú ert ekki að læsa hann inn í einhverju bóksi, þú ert ekki að hlaða á barnum. Þú ert með þetta þar sem þú ert og þú getur farið með þetta áfram. Eins og Leifur sagði, þú getur pikkað þetta upp, þú ert út að borða, fer svo að skemmta þér og skilar þessu bara þar þegar síminn er góður. Eða bara þar sem þú varst að borða, hvar sem er í rauninni. Og meðan þú getur verið í honum allan tíman. Það er svona stærsti munurinn. Frelsið. Hvað, svona, nú fyrir þá sem eru með mikinn athyglisbrest eins og maður hliðin á mér, þarna, hvernig virka að þú tekur kubbið með þér heim? Óvart. Vilt þú fara út í það? Ég skal taka. Við erum mjög user friendly, sem sagt startkostnaðurinn með að leigja buss er 150 kall. Svo er þetta 6 krónur mínútan, sem að þýðir að á hálftíma þá ertu að borga 330 krónur. Ef þú fer upp í klukkutíman þá er þetta rétt yfir 500 kallinn. Sem að þýðir sko að þú nærið 1000 kallinum á innan við 3 klukkutímum. Og það er kappið okkar fyrir sólarhring. Þannig að technically eru næstu 21 tími frýr segja. Þannig að ef þú ert að skemmta þér mjög vel, ferð heim og stingleimir þessu, vakna með buss heima, þá er þetta bara 1000 kall. Og þú hefur þangað til að sólarhringurinn er komin til að skila. Þannig að hinga til, fólk er alveg að taka þetta heima á djamminu, það kemur alveg fyrir, en það virðast allir skila, saman hvort að sé daginn eftir eða sólarhringi eftir það, skilur, að hækka náttúrulega eftir sólarhring, það eru nokkuð þrep. En hvað gerist ef ég skil hún ekki á 3 dögum, ef ég gleymi hún undir koddanum? Já, þú gleymir hún undir koddanum, þá sko, fyrir eftir í hvort þú sért að skoða regluna og fá notificationin okkar, við erum að reyna að bumpa þig, sko. Sko, Leifur hefur týnt bíllyklum 4 sinnum, sko, en ég get alveg trúið til að... Nei, sem sagt, ef þú skilar aldrei, ég týnt bílnum mínum, sko. þá endanum ertu að kaupa hleðslubankann. Og ertu rukkaður 10.000 krónur og basically 8 og við erum búin að skrá kaupin bara seldan. Má ég núna bara kaupa þennan kaupa að ykkur á 10 skall? Velkomin. Bara gest, sko. Já, ok, það virkaði henni. Já. Mjög töff. Hvað kom ykkur svona mest á óvart í þessu ferli? Hvað hindranir ágústi? Já, það er kannski skemmtilegt að segja frá því að stíplaðist skip í Suez-kanalnum og sendingunni senkaði og við horfum fram á öll logistics í heiminum þeir bara senkuðum, ég veit ekki hvað marga mánuði. Við vorum hérna búin að lofa ákveðnum stöðum að við ætlum að koma með stöð og síðan bara erum við að fylgjast með skipinu og það er bara fast. Hreyfist ekki í marga mánuði eða hvað ég segja, 2 mánuði, bara alveg stopp. Þannig að það var mjög lærdómsríkt að þurfa alltaf að lengja áætlaðan komutíma og svo sem samt var ekkert rosalega kostnaðarsamt fyrir okkur. Já. En bara fórnarkostnaður, við hefum getað verið byrjaði fyrir 2 mánuðum. Já.
En komur í gang núna. Já. Já, en fyrir utan súbúrskurinn þá náttúrulega líka bara COVID. Hugmyndin kemur í COVID og það tafði helling, en sem vann líka með okkur, því það náttúrulega var minna að gera í bænum og minna stress að koma sér út. En það sem kom okkur líka óvart á jákvæðan hátt var hversu vel rekstrarstjórar eigendur voru að taka í þetta og við upplifum eftir að við fórum á fleiri og fleiri fundi með þeim, rekstrarstjórum bara og veitingastæða, hversu mikið vandamál það var fyrir þá. Þeir voru farin að segja okkur bara, já, please, komið sem fyrst með þetta, því að ég nenni ekki að vera með mann í vinnu við að hlaða síma hjá fólki, sko. Nei. Þannig að þetta náttúrulega mjög þægilegt fyrir veitingastæðina og sérstaklega barina að þurfa ekki að hlaða, geta bara bent fólki á þetta. Algjörlega. Losna við alls konar auka vinnu. En mér langar aðeins að vita að því að þetta náttúrulega ekki fyrsta deilihagkerfi sem við tökum í notkun hérna á Íslandi. Er þetta, sorry, ég ætla að spyrja saman, er þetta nákvæmlega eins og Hopp fyrir síma? Já, Hopp-konceptið svona deilihagkerfis koncept, þannig að þeir hafa alveg hjálpað okkur mikið að ryðja markaðinn og þetta sé ekki fyrsta skiptið sem að notandinn að upplifa einhvers konar leigu í formi snjallforrits, en við erum ekki hvað heitir þetta, kerfi sem þeir eru að byggja á, svona dreifileiðir eða eitthvað, man ekki hvað þetta heitir. Sem er hvað? Svona skúters eða svona einhvern ferðamáti sem er svona hvort þess að þetta leiga bíl í smástund eða eitthvað hlaupahjól. Við hefum svo sem ekkert verið með augun á þann markað, sko, en mjög þægilegt að einhver riði markaðinn fyrir maður, sko. Bara lítum mikið upp til þeirra og það sem þeirra hafa gert hérna heima, sko. Talandi það legur einn strákur í vinnunni hjá mér, hann var haltrandi í dag og ég mátt gíska okkur. Já, ekki hugmynd. Hann tók Hopp. Hvað er betra en að taka Hopp? Svo skaðalegt, hreyfill. Rétt. Já, líka bara deilar hreyfli. Er eitthvað betra? 588-5522. Rétt. Miklu þægilegra, engin slisa þetta og tala um döðagildur eða þið eru að fá okkur að drekka. Það er alveg gali. En mér langaði að því að við vorum aðeins að tala um það í byrjun, Viktor. Þú fær þessa hugmynd sem sagt fyrst í Kína, þar sem þetta er mjög vinsælt. Áður við komin á Kínamarkaðinn, hvernig er þetta í Evrópu? Erum við að sjá fordæmi hérna í Evrópu? Já, þetta er búið að vera í Kína í örugglega cirka plus minus 10 ár. Nokkur ár síðan þetta byrjar í Evrópu og svo svona í byrjun COVID stækkar þetta mjög mikið. Kemur á Norðurlandi líka og hefur stækkað mjög hratt þar og þetta virðist ganga alls þar, sem er náttúrulega bara frábært. Þetta er náttúrulega eitthvað sem ætti að vera bara alls staðar og fólk vant þessu, þá eins og fyrir okkur því þægilegt að túristarnir sem koma hafa síða þetta líka heima á sér. Já. Sjáu þið vaxtatækifæri erlendis upp í landstíðina? Auðvitað sjáum við það, en við tökum bara eitt skref í einu og erum bara að koma þessu á fullt á Íslandi. Ég las fréttina sem þið voru að fá vísi, flott frétt, Vésteinn Örn Pétursson. Hann er ákveðin geit í fréttamann heiminum. Hann á stofnara. Geggjaður. Mér finnst það ekkert spes. En sko, þið voru að tala um Reykjanesi og jafnvel Akureyri. Er það í deglunni? Er það staðfest? Geta Akureyringar farið að fagna? Heyrðu byrja að syngja trallaviti, sko. Það væri leiðilegt að fara ekki þangað. Já, ok, það er áform. Eru kubbarnir frá Kína eða? Þetta er framleitt í Kína, já. Það er svona eins og helmingurinn af öllu sem er hérna á borðinu. Já. Örgulega eiginlega allt hérna á borðinu. Við Viktor erum líka framleittir í Kína. Já, ég ætla að segja. Birkir er framleittir þar. Já, hvernig er menningin hérna í Kína, strákar? Birkir og Viktor, þið náttúrulega bygguð báður hérna. Já, þú veist, örgulega allt öðru í sig. Viktor má byrja. Ég ætla að spyrja, ég vissi ekki eins og þú hefði búið í Kína. Já, ég bjó hann í 1 ár. Tók fyrsta árið mentó þarna. Það lang heimskasti krakkir í bænum. Já, akkurat. Eitthvað sem var erfitt fyrir mig að venjast, það sem er venjulega svo klárast í sínum bekka. Nei, þetta er auðvitað bara allt annað menningarheimur, skilur við, en geðveikt. Ég fór hérna haustið 2018, var fram að COVID, 1,5 ár, með Helga vinnu mínum. Hefði aldrei gert þetta einn, held ég, en þetta var bara geðveikt. Reynslan, upplifunin, menningin, bara að prófa þetta og vera í einhvers stað lengst í burtu og það líka, valið út af einhverjum svona tækifærum. Einmitt. Já. Ég man þegar þú komst fyrst frá Kína, fyrsta fríið þitt. Þú talaði svolítið um það hvað kínverinn væri sko ágengur. Hann eiginlega bara öskraður á þig og það er bara venjulegu talsmáti. Já,
Já, ég ætla ekki að tala eitthvað af mér hérna. Ekkert illa, þetta bara menning, skilurðu? Já, bara þetta allt öðruvísi menning og það mikill munur á Kínverjan og ég ferðast mikið hérna innan Asíu, var bæði reisu og flutti svo hérna út og sem var geðveikt og upp á það að geta ferðast mikið hérna til Thailands, Vietnam og Bali. Þetta er allt annað en það, þar fólkið miklu meira næs og rólegra og tala betri ensku, náttúrulega nema að sér downtown Shanghai skilur þá tala fólk ensku, annars þetta bara sveitinn sko. Já. Þú varst nákvæmlega hvar? Ég var í Shanghai University og bjó í Shanghai, en samt alveg svona svolítið frá miðbænum. Það var alveg 40 mínútur í bíl, sem var geðveikt, en við fengum alveg að upplifa, fæða sletta slömmið, eða þetta alvöru Asíu. Já. Og þarna ferðast allir bara á rafhjólum? Já. Skúterinn bara? Það gamli góði skúterinn, sko. Það bara heilu fjölskyldan á Vestfjörðum þarna, sko. Já, ok, þetta er öðruvísi menning. Mér langar aðeins að koma, ég verða aðeins að ganga á þig. Hvernig er fólk öðruvísi? Þannig í Kína. Þetta er bara Mjög erfið spurning. Já, hvernig er fólk öðruvísi? Þetta er bara allt ennum menning, skilur. Ég er að segja það, en þú veist að því að maður er svo gegnsýrur enn vesterna heimi, bara allir fjölmiðlar, allt sem ég les og allt sem ég horfa á er frá Bandaríkjunum. Og Ísland er bara mínibandaríkin, að mínum að því. En þú veist, þetta er heimur sem er bara, það er hul yfir honum og ég er mjög forvitin að vita hvað er í gangi þarna, sko. Já, þetta er mjög valið spurning, eins og Birgir segir, það er erfitt að svara henni, en mér finnst þetta að vera svolítið bara svona, kommunismin er svolítið sterkur í þeim og það er erfitt að fá það til að gera eitthvað sem maður stendur ekki að þeir eiga að gera. Já, er fylgja reglum stíft? Já, mjög stíft, sko, maður fann alveg fyrir því í skólanum, þú gæst ekki verið sveigjanlegur. Nei, já, og þú sér líka bara COVID, menna, þú veist, hérna á Íslandi eða bara, þú veist, það var allt brjála, sko, það var 300 manna fjöldatakmarkanir í Kína, fólk er bara læst inni í 3 ára, það, sko, það er enginn að segja neitt, sko. Þetta er sjúkt, sko, ég er ennþá í skólanum, ég er að klára núna, ég er að skrifa ríkirina, og það er einmitt lockdown í Shanghai akkurat núna, bara, þú veist, já, lockdown, bara, þannig að þetta er... Hún er svo falin eldur, svo sko. Já, algjörlega. Birgir, hver er uppáhalds kínverski matur þinn? Og hvernig varstu maturinn? Mér finnst þetta langbesti matur í heimi. Fyrir svona utan kannski Dominos og Messan, þá finnst mér þetta að vera besti maturinn. Bara á Mosó, ekki hana? Hann er 4. seti. Já. Viktor? Ég er ekki með nafni á þessu, ég var alltaf mikið bara að benda á matseðilinn, sko, það var mikið að myndum. En ég elskaði hvað ég læriði að borða sterka mat þarna. Það var allt mjög sterkt. Já, þó ég sé ekkert frábær í dag þá. Ég skárni var. Já. Uppáhaldsmandi var að öndin, Peking öndin? Hún er klassísk, ekki uppáhalds. Þú verður líka að koma að hana, sko, það sem ég lærði, sko, er að... Mér langar svo. Já, að því að svo fyndi, sko, þú veist, þegar ég flutti á einhver, sko, þá var það að segja mig eitthvað, ég fíl ekki kínverska mat, ég eitthvað, nú, hvað? Já, þú veist, þetta ekki bara djúsetta rækjur og núðlur og hrísgrjón og eitthvað, þetta er bara eins fjarri lagi og hægt er, skilur, þetta er bara, þú veist, mín hugmynd af kínversku mat er bara svona, hvað heitir þetta, wok, svona, bara kjöt með chili, ginger, garlic, þetta er bara besti matur í heimi, sko. Algjörlega. Sammála því. Ég fyndi þegar Erpu kom inn á þetta þættinu og hann var að tala það kínverski maturinn sem við erum að fá hérna á Íslandi er bara, bara fólk frá öllum löndum sem hugsa bara, já, nú fer ég í kínvest og held að segja bara kínvest, en þetta er ekkert alvöru kínvest, sko. Svo er það annað, það er hérna, ég langar að taka Bitcoin aðeins við því eina, Gylfi. Já. Þú ert gíraður þar? Já, þú ert gíraður þar. Ég hef verið gíraður þar. Já. Og maður á ekki að leika sér með gírun. Nei. Bara disclaimer á all. Já. Þú lærið það á hard way, eða? Já, hard way og ekki, sko. Maður, bara long term þá tapar sats að vera vel gíraður. Ef þú ert að sko svingtreyta. Bara, það er engin leið. Sama hversu klár þú heldur þú sért, þá eru menn klárar en þú. Og þeir stela satsunni þínum. Alltaf bara. Segðu fólki, sko, sem að er að pæla, hvað er gírun og hvað er auðvelt að gíra sig í Íslandi? Erum við þá að tala í kryptóheiminum? Já, og líka bara almennt, sko. Já, í kryptóheiminum þá held ég að það sé bara, þetta er langu auðveldasti markaður til að ná sér í, sko, óhóflega gírun. Já, það máli. Í gegnum ekkert ferli sem að þú ert að sannreina og þú veitir hvað þú ert að gera. Ég meina, ég hef, það er ekki einu svona, kannski 4 Know Your Customer spurningar
síðan get ég hent mér bara í 100x leverage á eitthvað shitcoin sem að ég veit ekki einu sinni hver byrjaði sko. Þannig að það er stórhættulegt en Litla frænka mér bara í ett og skóla yfir þetta. Fagfæstir, já. Bara reynsla að treyta skuldabref, $100 million, 100.000 treyt, þú veist. Ok. Það er ekkert svoleiðis, það er bara sendir mynd að passanæðinum og þú getur tekið sko velgýraða stöðu en svo sem með svona liquidation protokolla sem að bara þannig að þú ert aldrei að fara að tapa meira en það sem þú ert með í raun og veru á bakvið en það er fljótt að gerast og þú fylgist ekki með. Já, en bara þessi hefðbundna gýrin bara að fá fjármagn einhverstaðar annar staðar frá og... Já, hérna á Íslandi, ég er svo sem ekkert skoða það sjálfur, þú getur keypt gýra verðbréfasjóði, það færi svona góða dreifingu og gýrun með ef þú vilt fá aðeins kritisafnið en ef þú ætlar að fara að taka einhverja gýra stöðu í ákveðinu félagi þá myndi ég nú bara hringja í miðlara sko. Já. Ég held að þú gerir það ekkert í gegnum Arion appið sko. Jú, örugglega. Getur tekið núlán og... Ég veit að það er bara einn miðlari sem hefur svona mest verið í þessu og það er Leifur Þorsteinsson. Já, ég elska góða gýrun. Helst swing trade, það sem þetta bara 2-3 daga trade. Þú takið það ekki fyrsta daginn? Jú, ég Sumum starfsmæður mæti með eistun á borðið og... Fljótastu til að vera rekin í sögum okkar. Gýrun í ráðmyndum. Við þurfum bara að gýra okkur vel. En djammið hann út í Kína, hvernig var það? Við erum ennþá í Kína. Já, ég hætti ekkert. Það var bara laugardagur alla daga. Já. Og náttúrulega vætpyrjulsinn voru alveg bara svona, allt var mikil. Það voru bara mikil vætpyrjulsinn. Svolítið sorglegt sko, já, alveg saman hvað þú ert strákuð stelpa eða... Hvað segirðu, hvað? Vætpyrjulsinn. Já. Við manni, ég og Helgi vorum fyrsta kvöldið okkar út á lífinu og það kom einhverju 3 að okkur yfir kvöldið, random menn og vilja kynnast okkur og að segja að þeir séu promótorar og allir með sína 20 staði, við fáum frýtt öll kvöld þar sem við viljum bara og þannig var þetta í gegnum árin, við einhvern veginn borgum lítið sem ekkert fyrir djammi og hvað djamma hvaða dag sem þegar við vildum bara, það var bara að velja að löga þetta. Mér langar að skjóta þess inn í Leifur, það sem við tala á að það er alveg rétt að kommunismi ræður ríkjum í Kína, en málið er eins og það að það var gerð könnun í Kína, mjög stór könnun, það sem var spurt sko, hvort myndir þú vilja kommunismi eða lýðræði? Og ég held að hagvöxtur í Kína sé svona on average, ég þóri ekki að það er einhver sem að hún er svelgjast að kaffinu þegar hann segir þetta en ég held að hagvöxtur í Kína sé alltaf bara eitthvað fáránlega hár sko. Okay. Það gengur bara ógeðslega vel í Kína og meðalmaðurinn í Kína hefur það bara betra og betra og betra ár frá ári og ég held að það er 80-90% sem ég myndi ekki velja að breyta neinu. Er þá ekki bara og þeir eru útrýma fátækt líka. Ég ætla að segja, lykillinn að góðum hagvist er að halda öllum bara fáránlega fátækum í 50 ár og síðan bara hægt að rólega jafna kjörin eða? Jú, en þú veist, já, það er náttúrulega gríðarlega tækifæri þarna, vaxtækifæri, það er fullt af fólki og búið að vera tölvöld fátækt í langan tíma og það er gaman að sjá Kínamarkaðin vera að taka við sér. Það er líka bara ekki dæma menningu út frá þinni menningu, skilur, þú veist, það er bara það sem maður hefur lært í þessu blessaða lífi. Já, algjörlega. Strákar, besta og versta fjárfesting, þetta er til ekkert allra. Já, eignastýringakongurum á vel að byrja. Já, versta fjárfestingin, ætlaði að sé ekki... Máttu segja fyrir viðskiptavinni líka. Já, nei, ég bara heldur sig við mig, sko. Ætlaði að sé ekki 100x gírað leverage straight á shitcoin, en það var bara fyrir pennies, sko. Annars er líklegast... Vesta, hvað, eru að fara að segja það, Viktor? Ég er bara svolítið blank hérna, ég myndi að hugsa þetta með nú að tala. Það er heldur jákvætt, að vera ekki með. Jú, nei, sko, það er til, sko, en ég er bara ennþá svo bjartsýnn að ég vil ekki segja það að ég Vesta að treytið mitt ykkar til, sko. Já, þú veit ekki ennþá. Það er nóg eftir inni, en þó ég sé... Já, nei, ekki segja það. Nei, ég veit hvað það er að segja. Ég er ekki að segja það. En þó ég eigi ekkert í því núna, sko, en ja, góð tækifæri þar, er bara... Góð tækifæri í hverju? Shitcoin. Já, alls konar shitcoins. Já. Ég verð að vera sammála öllu sem hann sagði bara. Já. Leifur? Þú er nálega fjárfest í einhverju vitleysu, Viktor. Ég held að verst, sko... Hann fjárfest í þér. Já. Það var líklega versta fjárfestinginars. Hann er að tala það. Takk að maður lífið hérna. Sko, besta fjárfesting sem ég hef gert, ég held að sé bara í alvörunni... Hann sagði ekki besta. Já, ef ég segja besta. Erum við að tala bara í krónum eða erum við að tala í prósentum? Prósentum? Prósentum, þá er það bara verið eitthvað að gýra shitcoin líka, sko. En í krónum þá er það bara bitcoini, sko. Já. Maður fór bara að snemma hann inn 2017, eða snemma fyrir eftir hvernig maður horfa. Hvað er það, 10K eða? Nei, þetta var í kringum, 2,7 fyrir sumarið.
Jeez, 2017? Nei, Já. þú ert að tala um 2018 eftir. Nei, þetta er prí það. Þetta er bara sumarlaunin hérna, 2017. Þetta er held í 2,7 til 3,2, það sem ég er svona... Sumarlaun, þá varst það ná að setja ykkur 30 kúlur þarna bara inn. Já, þegar maður var í úlíkaðurinn. Já. Nei, en já, það er bara að borga sér vel og síðan hefur maður keft svona í gegnum tíðina. En svo seldi ég mig alveg út hérna, ekki alveg hæstu hæðum, en bara komin í steipuna. Já. Já, takk. Já. Sko, versta fjárfestingi mín. Besta, mátt byrja besta. Nei, ég ætla að byrja á verstu. Já. Versta fjárfestingi mín. Það var ansi gott. Sko, ég kefti einhvern tímann flug. Ég man ekki hvað það var. Það var rándýrt flug. Og Já. ég pantaði heimflugið mánuði seinna en ég ætlaði að gera. Þannig að, þú veist, og ég gæti ekkert breytt með hann. Ég kefti engan luxuspakka þarna, þannig að ég þurfti bara að kaupa nýtt flug. En þú veist, þetta var illa á, veistu, 60k eða eitthvað svoleið, sko. Já. En samt, já. Men það er örugglega til verri fjárfesting, sko. Ég meina Viktor á eina svona sögu, ef að heyra hvernig monkey class hann fór. Já. Nei. Það er bara, þetta er hérna EM í Fraklandi. Maður var hérna góðum gýr og ætlaði heim hérna eftir Englandsleikinn, man ekki daginn eftir Englandsleikinn minni mig og hérna var sem sagt að fara í 8 vikur til San Francisco einhverjum 3 dögum seinna í sumarskóla og ég og Eiríkur áttum flug þetta morguninn eftir England og ég man ekki flugið var klukkan 7, við komum heim hérna 5 og ætlum að leggja okkur í hálftíma. Já. Það var ekki besta hugmyndi heimi svona eftir á, en við vöknum sko 10 mínútur í 7 og þá var 10 mínútur í að flýja þetta að fara. Ok. Við gerðum þess að heiðarlega tilraun því við vorum hliðin á flugvöllinu. Það er helviti grútlegt, já. En við sjáum vélina fara í lofti bara þarna þegar við vorum í taxanum sko. En hérna... Þetta er okkar. En já, út af tímapressinu þá sem sagt þurftum við að komast heim, eða ég sem allra fyrst. Og ég man ekki hvernig það var nákvæmlega, en við sem sagt löngsaða stuttir að við eigum eitthvað flugum kvöldið eitthvert og svo þurfum við að taka eitthvað sagaklassflug heim og þetta endaði í alveg einhverju vitleysi sko. Já, og til skýringar ástæðan okkur að missa af fluginu er að það var aðeins svo gaman í Monaco. Við vorum þarna sem túristar. Það var... Já, oui. Kasínóið þar. Já. Það gefur og það tekur. Það tók bara, tók flugið og tók ansið mikið. Já. Sko, við erum alltaf með 3 fárveika Chelsea menn í settinu. Má ég ekki svara það? Nei, spurningin múin. Ég vil vita. Já, sjálfsögum að svara. Ég ætla að byrja flugsögu. Ég var að fljúga þegar ég bjóð út í Ástralíu og þá millilenti í Filipseyjum. Eina nótt. Ungu maður, ég með fulla vasa seðlum, einn í Filipseyjum og lausu, ekkert sérstaklega frábær hugmynd. Og ég var í Manila sem er bara, held ég bara hættulegasta borg í heimi. Og já, þú þyrftir ekki að vera atvinnuglafmaður til að ræna mér, sko. Og ég lendi klukkan 8, flugið er klukkan 8 morgunni, það er þess 12 tíma þarna. Og faðir minn segið mér bara, heyrðu, þú fer bara beint upp á hótel og beint að sofa. Ég sagði, já, sjálfsögum, ekki þetta í huga að fara eitthvað að kíkja á tjammið í Filipseyjum. Svo hitti ég eitthvað þjóðverja, kíkja á hótelbarinn, hitti eitthvað þjóðverja þarna. Og já, svona til að gera langa sögu stutta, að þá fekk ég mér 1 bjór og við fórum á okkur skemmtistað og ég man ekki meira. Svo vaknaði ég á hótelherberginu mínu sko þegar það var að henda mér út af því að check-inni var búið. Þannig að ég er náttúrulega búin að missa fluginu og var með einhver 18 missed calls frá pabba mínum. Hann var náttúrulega 100% sem var að reynt mér sko, hann var þvílíkt ánægður með það sko. En það er svona besta flugsaga mín. En besta fjárfestingin er... Þú verið spenntur. Já, ég ætla að segja að sé... Sko, Arion... Hvað var Arion í þegar þið fóru á markað? 70? 60 held ég. Já, 60. Ég átti enga pening þegar Arion fóru á markað. Svo fer ég inn í Arion bara með eiginlega allt sem ég á búin að safna í 122. Og þá voru allir búin að segja við mig bara þetta er búið, út of seinna lestina. Ég segi nei, ekki meðan ég vinna það. Og já, rest is history. Já. Er þetta gott að maður fjárfesti sjálfum sér eða? Já, þetta er doldið þannig sko. Þetta er doldið sko, þið takið eftir bara að þið farið inn á kelduna, þegar ég labbi inn þá er þetta svona 2-3% upp, bara alltaf. Nei, og versta fjárfesting er líklega
okkar maður í Marel. Ég fór inn í 900, varst það geðið sniðu komið. Já, býttu bara, ég segi hold. Nei, ég beigði mánuð og var það komið 850 og seldi, sko. Já, fínt treyt í dag. Já. Ég ætla að segja eitthvað sniðugt. Já, Chelsea. Chelsea, stóra fréttir í dag, því miður. Já, bara áður rétt á hann við íttum á rekk. Rudiger farin til Real Madrid. Nei, ég er ekki búin að sjá þetta. Jú, Fabrizio Romano kom með þetta á hann. Staðfest, já. Hvað er þetta mikið reiðarslag fyrir Chelsea-menn? Við erum búin að vita þetta, ertu Chelsea maður? Já. Já, við erum búin að vita þetta dálítið lengi, sko. Já, þetta er búin að líka í loftinu. Heldur alltaf í vonuna. Já. Ég hefði freka með fullir virðingu því ég sá Aspilicueta framlegnd í dag, ég hefði nú alveg freka vilja hafa þetta öfugt, sko. Já. Hann er búin að ístöðnist jobb, sko. Já, en samt, þú veist, hann er geitinn, sko. Já, hann er geitinn, sko. En þarna, já, þetta er leiðilegt. Þetta er bara bestið hafsend í sögunni. Já, hann er reyndar ekki búin að vera. Það er búin að góður alltaf stutt, en hann er búin að vera búin að vinna Champions League, búin að vinna heimsmeistaratitilinn, búin að vinna alla þessa helvitis málma og... Já, Arsenal mennir hérna mute, það verður bara að hafa það. Já, alla þessa málma. Hver er besti ungi leikmaðurinn í ensku deildinni í dag fyrir utan Mount, Viktor Örn Pétursson? Mount er ekki á topp 10, ef við byrjum þar. Martinelli, bæjamæl, bara... Ekki Ødegaard eða? Hann er svo gamall, kannski? Hann er ekki gamall, hann er 97. 98. 98, já. Er hann ekki langbestur eða? Hann er bestur í dag, Martinelli er efnilegastur. Já, ok, þannig, já, skil. Arsenal top 4? Já, ekki. Já, það er gefins. Leifur, hvað er með alveg spurningar? Já, alveg spurningar. Fyrst ég er komin. Vá, ég hef enga trúið, en mínir menn í Man U rífa sig upp. Chelsea, meistardeildin, yay or nay? Vinnana? Já. Vinnana? Það var svona 95% líka. Já, erum við þar bara? Ég er bara sáttur að komast í úrslitin. Það fer ég sáttur heim. Við hljótum að koma óðir í Real Madrid slægin eftir að þið stálu Rudiger undan nefin á okkur, sko. Já, Real ekki séns. Líka annað sem ég langa aðeins að taka, síðan þetta rugl kom upp með Rússarnir búin að ráðast inn í Úkraínu og Abramovich heldur betur búin að fá að finna fyrir því. Sko, þá er Chelsea ekki búið að tapa leik og held ég ekki einu sinni að gera jafntefli. Þeir eru bara búin að vinna. Já. Þetta er eitthvað sem að þéttir hópinn, sko. Já, þetta er heimaðina. Já, þetta er heimaðina og bara Nei, maður óskar ekki þetta halda áfram, en þú veist, Chelsea með alveg halda áfram að vinna. Já, ég veit hvað það er að segja, já. Besta deildin. Já, ég... Kannski rétt að vera komin í það, þá er bara síðan mig komin í góða prósentu og ég ætla að skila. Takk. Hvað er, bara svona fun fact, hvað er average iPhone, segjum sér döður? Hvað er að lengi að fara í fulla hlæslu? Er þetta með iPhone 8 eða 13 skilur þetta? Já, bara iPhone 13 bara? Við lofum 80% á klukkutíma. Ok, það er helviti gott. Já, sem er reynda miða iPhone 12, þannig að það gæti verið örlítið minna. Já, iPhone 12 Pro. lofa ekki lofa, fyrir allt eftir hversu nýr síminn er, hversu stórt batterið er, en svo svona öll test sem við höfum gert, þá er þetta alltaf komin yfir 40% eftir hálftíma og þú veist. Hvað er þarna, svo við höfum aðeins aftur í pössi, nú eru þið búin að, hvað eru þið búin að lengi í loftinu? Við erum í lofti 5. mars. 5. mars. Hvað er average kunni að borga fyrir hlæðsluna? Erum við að taka út outliers sem að gleyma? Já, bara average. Já, average er þá með outliers bara. Já, average lesltími núna eru hvað, 48 mínútur cirka? Það er með outliers, ég veit ekki hversu djúpt við erum að fara í tölunar. Nei, þetta er svona average 350-400. Já, ég myndi segja það. Já. Það er ekki neitt fyrir að bjarga símanum úr helagreipum. Já, við viljum vera user-friendly, nota þetta oftar heldur en vera að nýta okkur neyð fólks. Sko. Það sem mér finnst líka, sko, ef ég hugsa um þetta fyrir sjálfa mig, því að ég er náttúrulega bara, það er lítið að frétta í lífinu mínu, að síminn minn er batteríslaus einu svona ári, sko. En hins vegar er það, sko, ef hann er batteríslaus, þegar maður hættir með veski, sko, síminn orðið veski, menn maður verður að vera með svona, sko. Það er nefnilega málið, síminn er lífið í dag. Þú þarft hann til þess að sína skilríki til að borga matinn, borga bjórinn, hringi hreyfil eða að nota hreyfilsappið, það er bæði símanum. Rétt. Þannig að já, við viljum vera user-friendly, hafa þetta mjög ódýrt og við erum ekki, þú veit ekki að hugsa demint, ég þarf að nota börs, þetta er bara yes, börs er hérna, það er ódýrt, ég er bara að eyða x miklum peningi við kvöldi og þetta er einhver
færsla sem hún tekur ekki eftir sko. Algjörlega. Vorum einmitt að Breki Jó, kóngurinn, hann sagði gær, hann var notað hreyfilsapið, hvað hann sagði? Þetta er þetta geggjað. Já, djúvill er þetta geggjað. Þetta er það. Hann er bara táraðist, hann með tárun í augun. En mér langaði líka aðeins að taka bestildari. Þeir eru alltaf Seltjarnarnesi og búið ekki við þann mun að vera með almennilegt lið til þess að styðja. Það er ekkert KR, það er ekkert Breiðablik, aldrei Íslandsmeistarar. Ekki eitt góð leikmaður. En það er búin að vera alveg uppgangur á Nesinu síðustu ár. Rúluðum upp úr þriðjudeildinni allir upp í efstu. Heldur betur, Viktor. Bróðið þinn þar. Já, ég ætla að segja, ég er ekki beint gróttumaður. Ég held með Kristó Erna og jú, er á Nesinu í dag. Já, þú svona, þú lappar inn í runnan og kemur tilbaka í valsbúning. Ég er valsari í grunninn að sjálfsögðu. Já. En ég er náttúrulega mjög mikill gróttumaður. Já, og bróðinn. Á meðan sérstaklega með Kristó, bróður minn er þarna. Spila stórt hlutverk, Kristofur Orri Pétursson. Rétt. Frábær leikmaður, gaman að fylgjast með honum. Verða Valsara meistari í ár? Nei. Það er alltaf Blix. Er það? Það er alltaf Blix. Lítið illa út núna, en aldrei vann með þetta Óskar, sko. Nei, aldrei vann með þetta Óskar. Ef þetta ekki Óskar Höfn. Sko, Birgir, þú ert nú aðeins efins. Já, ég var 100%. Núna er þetta svona 99. Af hverju? Bara undirbúningstímabilið eða? Við erum með besta þjálfarann. Já. Við erum með bestu leikmennina, bestu stuðningsmennina, besta vippið á landinu. Alltaf vipp. En já, svona aðalega það, besta þjálfarna, besta leikmennina. Já, Einar? Meistarar? Það er Valur. Já, ég held að sé Valur. Money talks. Money talks. Sko, talandi góða fjárfestingar, þá sá ég sko, það er verið að bjóða upp á stuðul 5 á Kúlbett og Breiðablik verið meistari. Það geti verið besta fjárfesting allra tíma. Já, það hljómar helviti vel. Hvað er Valur? 3,5, þeir eru líklegasti þar. Okay. Þú getur tekið sko að Breiðablik verið í topp 3 á 1,72. Það er bara húsi á bíllinn undir það sko. Já. Það getur ekki klikkað Breiðablik topp 3, það er bara, ég hef aldrei séð mikið valjú. Já. Er hægt að skrá sig á Kúlbett nú, eða einhverju síðu, að þarna svona trade fram, gæti ég sett núna bara fram, ég ætla að betta allt næsta síðan á Atletík og vinna 1-0. Fattar hvað við? Þú gæti beðið það alveg örugglega sko. Það er live chat þarna sem þú getur opnað og fengið eitthvað svona í gegn. Já. Okay. Það er bara, ég sé það ekki alveg vinnast, en það væri skemmtilegt að fara 38 leikir allir 1-0. Já. Ég held inn í end myndir við vinna. Já, ertu að meina staka leiki? Já. Þú getur örugglega græðað eitthvað daginn sko. Já, svona áskrift, fattar þau? Eins og áskrift í sjóðum og eitthvað. Áskrift í... Þetta er skemmtileg pæling sko. Já, ok. Við hvetjum að sjálfsögja alla til þess að vera áriðin 18 ára og fara að valda í þetta. Og ekki veði það. En Kúlbett fattar, hann er svolítið búinn að taka yfir á Íslandi. Hann er mjög vinsæll. Ég býð ennþá til hinni peysunni. Já. Þetta er flottur bóli sem út í. Já, minnst það geðveik kvöld. Það er svo þægilegt. Er þetta nálgast þess að en að fatna einhvers þar? Coolbetmerch.com, það er eitthvað þar. Ok. Já, ég ætla að tryggja mér gólpessi fyrir sumari. Vá, það eru rosalegar. Dáðasti sonur Seltjarnes? Góð spurning. Kristofur Orri Pétursson. Já, ætli það ekki. Já, það fara samt tvennu sögum það, sko. Þetta er sko consistency is key. Flesta stóðsendingar í sinni deild 4 tímabil röð. Og við erum að tala sko... Og í lélegasta liðinu, sko, í eftirdeildinni, sko. Já, það er náttúrulega afrek út af fyrir sig. En að gera það líka í besta liðinu í Inkasso og svo afriðsliði í Inkasso. Já, ég var búinn að heyra orður að hann ætlaði að hætta núna að vera til síðan. En svo sparka hann upp hörðinni á Chris Brasel og sagði, ég byrjar að vinna á Kvik og ég kongur þar, jú, ég skal vera náfram með þetta að sína með selina. Er þetta spurning? Er þetta ekki bara rétt? Jú, það er bara að spyrja hann. Já, en þú veist, málið samt er það að við skoðum til dæmis Vesturbæinn, þá eigum við með MC Gauta, ég vil eigna mér Björk, hún býr á Ægisíðunni og... Hvað með hann að flugvélakóngin hérna? Flugvélakóngin? Einhver gaur sem er að treyta flugvélum í Dubai eða eitthvað á marga hjarta? Nei, ok, hann á góð hús þarna. Já, fullt af góða fólki í Vesturbænum, en svona, er einhver frægur? Ég meina Davíð Unity, nýbúinn að kaupa fasteign á Seltjarnesi. Já, hann er nýjasti Seltjarningurinn. Þeir eru nú nokkru þarna. Er það þannig Skúla Mógahúsið þá eða? Já, er þetta bella við hann? Já, þetta er bara Skúla Mógahúsið. Keypta þarna, er það ekki keypta bankan hérna? Jú. Tók hann ekki líka eðlilega, tók hann ekki líka allt í gegn? Það var alveg ógiltægt húsið. Jú, ég held að það tekið þetta alveg í gegn sko. Já, eðlilega. Keipti líka held ég upp alla lóðirnar í kring. Já, það er hart. Ekki ástæði til þess að hafa nágrannar sko. Nei,
ef þú opnaði pening á hverju anskotan hafa nágranna. Hvernig eru nágrannir? Ég þekki enga fóki nágrannas. Uppáhalds pizza á Dominos, strákar? Sko, mér fannst dóttir, er hún ennþá inni eða? Já, hún er þannig. Já, hún er helviti góð. Já. Hún er mjög góð. Ég seti hann alltaf sko sósu, en hún er ekki með sósu. Hún er með bara Döðlu. Já, ég tek dölunar af og set bara venjulega sósu í stæðan fyrir barbecue. Ok. Ég er bara meat and cheese maður, sko. Já, það? Já, vegan botn og meat and cheese, kantónlega og allir góðir, sko. Vegan bot bestu bara? Já, Þú ég er sért bara ekki bestur. vegan en þetta er Nei, ekki meat best. and cheese er næst langt fyrir að vera vegan og hægt er. Já, nákvæmlega. Já. Vegan bot og meat and cheese. Það stingur í stúf, sko. En þetta er bara besti botn. Hann er bara bestur, já. Gaman að heyra þetta. Betur ítalski? Já. Já, það? Já. Ok. Tek Jæja. ítalskan og nóg að kantolíu, takk. Glósæti hjá mér. Uppáhalds pizza? Ég ætla alltaf sama. Ég ætla að segja núna bara, já, ég segi alltaf sama, Blaze. Já, það er dagamunur á sig á mér, sko. Mér finnst best að skipta í tvennt, sko. Og annarkvort tek ég einhverja góða pizzur, en mér er skemmtilegast að taka þriðdagstilbúð og þá er ég alltaf með Pepsi upp og rjómaost. Það er átó með að sjálfsögðu chiliflugum og jafnvel oregano ef ég er í gír. Já. Hinn helmingurinn er bara eftir dagsformi, sko. Já. Sko, við ætlum að taka, ég ætla að taka ykkur í hraðaspurningastrákar. Er þið klárið í þær eða? Hvor að vera með mækin? Já, við erum bara hérna saman eða ekki? Jú. Eða hvað, er þetta einn í einu? Einn í einu, Ok. einn í einu sjálfsögðu. Vita byrjar. Það var hinn að undirbúa sig hans. Já, eða hann hoppar á klósett á meðan, ha? Já, herru, Einar, úr settinu takk. Ha? Nei, ég. Það er Viktor úr settinu. Ok, ég er eiginlega freka til í að taka þetta fyrst, sko. Ef hann þarf að fara fram. Klár? Já, er þetta ekki alltaf innan ákveðna? Jú, Vel saminnsmakka? Jú. Voða rólegt, sko. Fyrsta spurning, áfengi búðir. Nei. Uppáhalds þingmaður, ekki sjálfstæðarflokknum. Pass bara þarna. Já, uppáhalds drikkur. Kollab, fjórblæði. Já, hann er agalega góð. Drekk svona 4 dag. Áfengi drikkur. Bara bjór, sko. Krana, alveg sama hvað, sko. Uppáhalds staður í heiminum. Ísafjörður. Hvert er liðið í enska? Chelsea. Hvert er liðið í spænska? Real núna. Sorry, ég er ekki fastur, sko. Þetta er ljótt að heyra. Finnast þið vinniðin? Buddy. Uppáhalds lag? Ég er ennþá eftir mér finnast þið vinn mér. Ég á svo fucking marga að finna vinn. Ok. Hvað sér, uppáhalds lag? Já. Nail Tech með Jack Harlow núna. On repeat, sko. Já, það er rosalegt. Aldrei aftur syngja, aldrei aftur tefla? Aldrei aftur tefla. Kallt þeirra. Hvernig ertu að syngja? Ekki góður. Ekki góður. Uppáhalds hljómsveit? Hljómsveit. Maður var rappari eða eitthvað svona. Já, maður var eitthvað svona. Drake, kókurinn. Ok, svo ætla ég að taka eina spurningu og ég ætla að stela þér frá blöðbræðum þegar ég gera margt gott. Fyrst að við erum ekki með Viktor í settinu. Ok. Þetta er svona spurning hversu vel þekkir við vinnin. Já. Og fyrsta spurningin er alltaf sjálfsögðu hver er uppáhalds taflmaðurinn hans á borðinu? Er hann svo einfaldur að segja bara kóngurinn eða? Hann er kóngurinn. Nei. Þetta er alltaf karakterspróf sko líka. Hann segir hrókurinn. Hann segir hrókurinn? Já. Ok. Og hver er uppáhalds maturinn hans? Og hver er uppáhalds drikkurinn hans? Sko, ég held í alveg að segja bara það er hakk og spagetti, hann mun segja bara hakk og spagetti með tómatsósu, hann er mjög einfaldur. Já. Ætla hann verði ekki að ljúga eitthvað að segja sushi eða eitthvað. Og hvað var hinn spurningin? Hvað er hinn spurningin? Uppáhalds drikkur? Nei. Uppáhalds drikkur? Áfengur og ófengur. Bæði. Áfengur, þá fyrir hann líka aftur að ljúga og segja bjór, en það er Mango Tango. Ok. Og óáfengi. Ég nú get mikið að segja hann er alltaf að drekka eitthvað jógurt. Telst það með það? Alltaf að drekka eitthvað jarðabæra jógurt. Ok, veist. Svo skrítið. Það er skipting. Bara strax? Já. Þetta var gaman. Já. Jú. Já. Heyrður allt? Ertu bara mættur? Nei, þetta var bara góð timing. Já, góð timing. Hvað, voru þetta sem bara 3 spurningar? Já, sjálfsögðu. Voru þetta ekki margar? Ha? Já, ég mættir aftur. Já. Klár? Þannig erum við. Hraðaspurningan er búið lúp.
Viktor Orri Pétursson, ertu komin til stellingar? Býta aðeins. Ég er klár. Geðveikt. Fyrsta spurning, áfengi búðir? Já. Uppáhaldsdrykkur? Hérna, appelsínugulu Gatorade, Orange. Uppáhaldsstaður í heiminum? Kínumúrin, Uppáhaldsþingmaður ekki í Sjálfstæðisflokknum? Ásmundur Einar. Uppáhaldsfiskur? Ísa, Í alvörinni? lax, Liðið í enska? Arsenal? Arsenal, Liðið í spanska? Barcelona, Finnasti vinniðinn? Bondarinn, Aldrei eftir að syngja, aldrei eftir að tefla? Vá, ég er svo lillur að syngja, aldrei hægt að syngja. Vel gert, rétt svar. Uppáhaldslag? Þessa stundina? Þessa stundina? Já, það er bara alltaf tíma. Helst quick. Já, sorry, hérna, með hækandi sól. Uppáhaldsljómsveit? Hljómsveit? Já. Pass. Sko, svo vorum við með smá fyrir eina kilu líka. Þetta eru 3 spurningar. Það er sagt aftur, það er uppáhaldsdrykkur. Aftur? Já, sem Orange Gatorade. heldur að Einar. Þetta er frá Já, Blöðbrand. erum við, hérna, þekkið ekki? Já, þekkið ekki. Ok, uppáhalds sem ég held að Einar hafi sagt. Já. Já, Sigurlags appelsín. Sigurlags appelsín. Ef það er áfengið drykkur þá sangi ég á tíu, annars Sigurlags appelsín. Ok. Uppáhaldsmatur? Einar er, vá, ég hef ekki hugmynd þarna. Ég bara, hann sagði örugglega bara pizza eða eitthvað boring, sko. Ok. Og svo er það uppáhaldstaflmaður á borði. Og ég ætla að fá þinn líka. Minnirhrókurinn að sjálfsögðu. Já. Ég veit það ekki. Þess að drottningin. Hann kann ekki að tefla, sko. Þetta er tricky spurning, sko. Hann gæti alveg satt peðið bara í einhvern bandir, en drottningin. Drottningin, ok. Og þú sagðir hrókurinn? Já. Áhugavert. Já. Ok. Herru, fáum Einar aftur inn. Einar. Einar. Þetta gekk frábærlega. Við þurfum líka aðeins að fá aftur og hreint frá þér, Einar. Hver er þinn uppáhaldstaflmaður á borði? Kóngurinn. Kóngurinn. Hvað segir þú? Jésús, alltaf ekki það. Það er rétt á hans, eða? Já, hárið. Þú ert eldur það. Kanntu ekki manngangin að veit hver uppáhaldstaflmaður hans? Já. Hvað, ætlum við að fara yfir spurningar þar, eða hvernig er þetta? Einar, hver var uppáhalds áfengi og ófengi drykkur þinn? Já, ég sagði bara bjóra grana sama hvað og síðan fjólublátt kollab. Fjólublátt kollab, já, akkurat. Og matur? Uppáhaldsmaturinn mín, það er bara lasagna. Lasagna. Þetta var ekki rétt svarið á honum, sko. Já, mér? Það er Sigurlags appelsín. Vá, það er eiginlega bara rétt hjá hann. En ég drekk bjóra kollab á dag, en ekki jafn mikið appelsín, en ég elska Sigurlags appelsín. Sko, við fengum skemmtilegt svar með uppáhaldsdrykkur sem Einar hélt að Viktor væri í. Það var jógurt. Já, þú ert alltaf að drekka eitthvað hérna bleikt jógurt. Skýrdrykk um það á reynu. Já, er það alltaf eins, eða? Það er alltaf grænt. Já, ok. Þetta er ekki. Þetta er bara alltaf í bílnum mínum. Já, skilur þetta eftir. Uppáhaldskall. Kall. Já, við fengum prókin og síðan Einar sagði kóngurinn og Viktor þú tókst. Ég giskaði á drottninguna hjá hann. Giskaði á drottninguna. Já. Drottningin. Það er sennilega minn uppáhaldsleikmaður. Birkir. Rittarinn. Akkurru? Bara svona lúmskur og skemmtilegur og fyndinn einhvern veginn. Já, ég elska allar rittara. Sem minnir mig á, hérna, fyrir alla þá sem er að hlusta, virkilega gaman að hafa, það er bara búið að auka stöluna þvílitt og verið mjög ánægði með. Já, það er viðtöku sem við erum að fá. Já, það er bara gaman að gera þess að þetta er einhver að hlusta og hérna, við vorum að stofna hóp rittarana, rittararegluna. Þannig að ég hvet ykkur til þess að kíkja í þann hóp og þar getum við, þar erum við að deila efni og þar getum við komið með spurningar eða á gesti eða bara einhver umræðefni. Algjörlega. Á Facebook eða ekki? Jú, á Facebook og hérna, við erum að sjálfsög duglegir að gefa sjátt í þáttunum. Þannig að það verður bara mjög spennandi að fylgjast með því. Getum að koma með svona ábendingar umræðefni og eitthvað svona þarna inn á honum? Algjörlega. Það er nákvæmlega þannig, sko. Ok, það er skemmtilegt. Já. En Birkir, eitthvað að lokum? Nei, bara takk kærlega fyrir komuna strákar og Býðum Ertu með eitthvað? Var Chelsea umræðan dauðið það? Ég ætla að fara aðeins að spurta, sko, question á það. Já, takk til það. Nei, þið lítur bara eins og Chelsea væri... Besta lið í heiminum? Já. Já, voru ekki, ætlum við ekki að question á það eða? Þú mátt alveg setja spurningum í það.
Já, bara, ég hafði gaman að okkur á hann. Ég talaði ekki mikið en mér fannst þið krútlegir. En það njóti og væri litt lest, sko. Hvað langt í Arsenal verið orðið betra liðið en Chelsea? Er það komið nú þegar, eða? Ég held að Arsenal getur verið mjög góður svona 1-2 ár. Þetta er 3 ára projekt, sko. Arsenal getur alveg fara að challengea meistaradeildarsæti bráðum, sko. Já, sko, við segjum alltaf þessi 3 ára projekt, sko. Náttúrulega við fáum Holland líklega í sumar og þá er ekki nema max 2, sko, mögulega 3 ár í Arteta í fleiri Premier League titla en Liverpool. Já. Það er þetta rosalega. Þannig við býðum spenntir, við nallarar. Já, það er líka, það hefur sínt sig að greinilega skiptir máli að hafa góðan stjóra sem fær tíma og trú til þess að... Ertu alltaf búin að vera Arteta inn, eða? Að sjálfsögðu. Er það? Ertu að ljúga núna? Nei, ég er mesti Pep Guardiola maður sem þú finnur, sko. Einu sem getur skákað honum er hann sjálfur, sko. Sumir segja heilin á baki Guardiola, sko. Ég er að segja það. Já. Ferrari menn, eru þeir að fara að taka því ár í fórbólunni? Vonandi, bara allt nema Hamilton. Já. Ertu Leclerc maður? Já. Er það, hver er þinn helsti maður? Ég segja allt nema Hamilton, þannig að í fyrra var ég bara Max, var að vera Max og núna, já, Leclerc eða Max, sko. Ég verð minni Max maður með tímanum, en ég er ennþá bara á allt nema Hamilton. Hvað hefur verið gaman að enda á Super Max-læginu, ef þið hefur verið með það klátt. En við fáum að sjálfsögðu... Ennþá með hann. Já, ég elskar að slakka maður. Það er verið kærlega fyrir og ykkur strákar. Gaman að vera með ykkur. Loka spurningin er alltaf svo sama. Hvað er það mikilvægast í lífinu? Það er bara, held ég, frelsið, sko. Og vera með hlaðan síma. Já, bara frelsið engar áhyggjur, síminn er hlaðinn, fjárhagsáhyggjur, engar þannig og öryggi og frelsið bara. Æja, svo er væminn. Ég grípi þetta á lofti og segi bara að njóta. Já. Takk fyrir. Takk fyrir. Takk fyrir okkur. Sjáumst á viku liðinni.